Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Heilsumólan hjá Heilsu Erlu. Í Heilsumólanum í dag ætlar hún Sólrún Ósk Lárusdóttir, sálfræðingur, að fræða okkur örlítið prófkvíða. Velkomin. Takk fyrir kærlega. Hvað getur þið sagt þér fyrst kannski aðeins þig, áður en við byrjum að ræða prófkvíðan? Já, ég er sálfræðingur, klínískur sálfræðingur og ég starfa eins og í menntaskólanum við Hamrahlíð með unglingum sem mér finnst dásamlega skemmtilegt og þar kemur mitt prófkvíði oft í sögu og svo er ég líka verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis. Ok. Þannig að hvað er prófkvíði? Prófkvíði það er svo sem ekki eitthvað svona sérgreining en það er samt ákveðin tegund kvíða og vísa svona í þessi tilfinningarlegu og líkamlegu viðbrögð og hegðun sem að fylgja þessari hræðslu við að mistakast í aðstæðum sem eitthvað svona prófun eða mat fyrir fram. Já, þannig að kvíði er náttúrulega mismunandi og prófkvíði er þá þegar kvíðin er fyrst og fremst að beinast á að prófum eða útkomi prófs eða eitthvað konar að mati. Og þetta er bara einkennist eins og kvíður sem almennt af tilfinningum, hugsun, hegðun og líkamlega viðbröðum sem koma fram við aðstæður eins og taka próf eða hugsun próf eða talum próf og getur líka verið við verkefnaskili eða komið jafnvel strax fram bara við að hefja nám og tilfinningin er svona fyrst og fremst bara þessi kvíði en getur líka verið bara mikil vanmáttakend og sumir verða hreinlega bara skelfingu lostnir og fólk hefur oft miklar áhyggjur af bara framistöðu sinni, árangur í prófunum sem hefur síðan aftur hamlandi áhrif á einbeitingu og skemmir oft fyrir þannig að prófkvíðin og áhyggjurnar yfir því að ganga illa getur síðan haft neikvæð áhrif á einbeitingu þannig að þetta verður svona svo í sletti svona self-fulfilling prophecy. Já. Og síðan það sem sagt bara það sem gerur síðan er þetta að við náttúrulega oft viljum forðast það sem við kvíðum fyrir þannig að við frestum því að læra eða finnum sér eitthvað annað að gera aðrir fara alveg í hináttin að læra þetta sólarhringinn og sumir fá mjög mikið líkamleg einkenni, getur verið höfuðverkir, magaverkir, svefntruflanir, eitthvað vandamál með mataræði, eitthvað magapestir, eitthvað slíkt. En af hverju hefur prófkvíði meiri áhrif á suma en aðra? Af því að við túlkum þessar aðstæður á svo mismunandi hátt, við hugsum svo ólíkt aðstæðunar, við erum líka bara búum við mismunandi reynslu, sumir hafa kannski slæma reynslu af prófum, hafa kannski gekið illa að prófa eitthvað tíman og tekið að nærri sér, sumir hafa verið fyrir miklu pressu heima fyrir að ganga vel í námi, það stafar að því, okkar eru bara kvíðnari að upplægi, oft stafar prófkvíði af lágu sjálfsmati, að tengist því á eitthvað nátt, vanmati á eigin getu, svona neikvæðum hugsunum í eigin garð. Getur þetta líka verið ákveðin bara fullkomnar árátta? Já, algjörlega og margir sem gera mjög óraunhæfar kröfur til sín og svo er eitt í sambandi við þetta að því ég fæ svo margar nemendur til mín sem að vilja gera sitt besta tala bara já, ég verð að gera mitt besta og búin að fá þetta og þetta er alltaf mjög vel meint hjá foreldurum bara já, það er allt í lagi bara að gera eitt besta en sumir taka þetta mjög til sín og ég vil miskilja þetta og mér langar svolítið að við pælum aðeins í bara hvað er að gera sitt besta að þeim minnstu ofta miskilja eins og það stillum bara hlusta ekki á líkamann, heldur bara að keyra og trukka áfram og ég mitt bara að læra non-stop. Hvað er þá að gera sitt besta að þínu mati? Svona? Ég myndi segja að það sé líka að taka með í reikningin hvað er best fyrir þig, andlega og líkamlega. Og ef við tökum bara dæmi, nú er ég alls ekki mikill hlaupari, bara langt í frá, en ef við tökum bara að við séum að undirbúa okkur fyrir, segjum bara 10 km hlaup og það getur verið stressandi og sérstaklega verið mikið vön. En hvað gerum við, hvað er að gera þetta besta í hlaupi? Er það að hlaupa non-stop, ekki stoppa honum drykkjarstöðum, ekki hlusta á líkamann, ekki passa sig að vera að undirbúa sig alla nóttina og undan, hvað gerist þá? Lendum við ekki bara vegg og náum kannski ekki að klára hlaupið? Nei, og við flestir erum sammála þetta. Nei, við þurfum að næra okkur og vög okkur og hlusta á líkamann, hvernig okkur líður þessu hlaupi og það sama gildur prófin. Sumir halda að gera sitt besta sér þá að þú er sett vakandi nóttina undan að læra fyrir prófið.
að þú sért einhvern veginn ekki að taka hennar pásur, ekki að næra þér rétt og það skiptir svo óbúslega miklu máli líka. Þetta er mjög góð samlíking og ég held að það, þú veist, nú nálgast prófin og það eru mjög bæði bara grunnskólanemendur, framhaldsskólanemendur og háskólanemendur sem eru að fara í próf bara eftir, örfáa vikur. Já. Að hvaða ráð hefur til þeirra sko að nýta tíma núna fram að prófum og svo á meðan prófunum á meðan prófa tíma stendur? Já, sko þau sem að þekkja glíma við prófkvíða hafa gert í lengri tíma þá reynir maður náttúrulega ofta að vinna með mitt námsteknina og námsráðgjafar og skipulag og annað. Það er kannski úr sendir að þessi gripið núna að gera það, en það er svona eitthvað sem að fólk ætti að hafa í huga þá fyrir næstu önn, því það er líka svona stundum eitthvað sem að reyðilast til þegar kvíðin tekur völdin, að þá reyðast skipulagið og einbeitingin. En núna held ég þessu ofslega mikilvægt að fara nú eftir þessum ráðum sem þú hefur nú verið að gefa, bara hvernig hugsaum við vel okkur með að bara fá réttu og góða næringu og passa upp á svefnin og hreyfa okkur. Það losar nú líka kvíða og spennu að fara og nú er svo dimmt úti að fara aðeins úti við bersta það tíman, taka sér þessar góðu pásur og læra í kannski umhverfi sem ykkur líður vel í. Stóra málið er svolítið að takast á við síðar eigin hugsanir og sett eigin niður í, því það er margt sem við höfum ekki kannski stjórna, við stjórnum ekki hvaða spurningar kennarinn velur fyrir prófið eða hvað kemur inn á prófinu og auðvitað við mist vel stemt bara þann dag og getum fengið eitthvað pest eða hvað sem það nú er. En við höfum kannski aðeins stjórna hvað við erum að segja við okkur sjálf og það skiptir svo miklu máli. Þú ert ímyndari og þú værir alltaf með eitthvað félaga til við hlið sem var alltaf að segja við þetta gengur nú aldrei hjá þér. Þú ættir að falla á þessu prófi með þér, út svo ógeðslega heimskur. Og þetta og þú fyrsta lagi líklega losa þig við hann vin. En oftar en ekki þetta við sjálf sem erum að segja svo hluti við okkur. Og þetta ekki hjálplegt og í rauninni bara skemmir svo mikið fyrir okkur. Og við vitum það og hugsa hans bara, staldra hans við. Hvað myndi ég segja við bara minn besta vin eða vinkonu? Hvað myndi ég segja við aðri í þessum aðstæðum? Og reyna svona að sína sér líka bara smá mildi. Hvað er að versta sem getur gerst? Oft erum við ekki svona að leyfa sér að gera mistök, bara ég get þetta, ég ger bara eins vel og ég ætla ekki að kalla þetta mitt besta og svo bara tekst ég á við það þegar það kemur, ef þetta gengur ekki ná vel, þá bara tekst ég á við það. Sumum finnst gott að vera með einhverja leið í prófunu sjálfu til að kjarna sig, vera aðeins búin að æfa eitthvað allum öndunaræfingar, eitthvað slíkt, bara aðeins ef að við erum við öndlum að fara í svona smá ofsakveðakast í prófum sjálfum einhvern veginn eða finna einbeitingin frá flug að taka smá einhverja æfingu til að kjarna sig, anda kannski nokkur sinnum djúpt eða eitthvað slíkt. Það er náttúrulega mikilvægt að vera búin að æfa það áður til að kunna nýta sér það í aðstæðan. Nefnilega, alveg sammála því. Og það er alls konar góðar æfingar og ég vissum að þú getur bent á eitthvað. Já, einmitt. Eitthvað já, ég get alveg búið til fleiri heilsumóla með alls konar svona öndunaræfingum og haulislum og svona. Já, þannig að það er svona það helsta sem að ég myndi segja og það er þetta að vera vakandi fyrir þessu sjálfstali og Einmitt. En svo veit ég að það sem gerist rosalega oft í prófum að nemendur sofa minna en venjulega. Já. Að því þú ætla að læra svo langt fram á kvöld, kannski loksins ná einbeitingu sent kvöldið og hvernig en miðað við allar rannsóknir sem búið að sína þá er raun og veru heila virkninu okkar ekki eins góð sent á kvöldin. Nei. Og við erum þá kannski ekki eins og að meðtaka efnið sem við erum að lesa. Nei. Þannig að svefnin, það ætti aldrei að klípa af svefninum ef ég myndi forðalega eitthvað. Ég er svo sammálaður, en ég skil þetta alveg og ég hef alveg gert þetta sjálf. Ég man ég gerði þetta í háskólanum, maður var vakandi og var að reyna að nýta hverja stund og fannst maður að vera rosalega hress á þessum tíma, en svo var það oft smá blekking, sko. Það var ekkert mikið að síast inn á þessum tíma og svo lenda sumir í því að þeir vaka það lengi þeir sofa yfir sig í prófunu. Það er heldur ekki gaggrið. En svo hefur svo mikið rannsóknum sýnt hvað það er gott, sko, að svefnin er svo góður fyrir námið, það er bara úrvinnsluna, það er bara þetta lím sem við þurfum oft og sömur með meira að segja, sko, taka svona power nap, eftir að læra aðeins, taka svo power nap, læra svo meira, þú veist, það er svona bara að, sko, svefnin getur einmitt hjálpað manni svo við að festa þetta í huganum.
Það geggjað. En ef ég tala bara svona kvíða, þú veist, að því að nú, þeir sem hafa ekki upplifað mikinn kvíða og eru nú kannski bara á fyrsta ári í framhaldsskóla, þá er þetta oft svolítið stórt stökk. Hafa kannski ekki verið í svona mörgum prófum eða prófaviku og hafa jafnvel ekki upplifað kvíða, en finna allt í hennu núna, getur þú útskýrt í svona stuttumáli hvað er að gerast í heilanum og líkamannum? Þú veist, við þessi kvíða viðbrögð, af því að oft ef maður skilur það, þá er auðveldra að takast á það. Já, kvíði getur oft við mjög líkamlegur, eins og þú segir, og það er þessi líkamenn náttúrulega undirbúa sig undir að takast á við einhverja hættu og við erum bara það frumstæð, heilin er það frumstæður að hann gerur ekki greinamun á hvort það er villidýra að elta þig en hvort það er starfæðprófa morgun. Það er bara svolítið sömu líkamlegu viðbrögð. En þau eru miklu hjálplari þegar það er kannski villidýra að elta þig, þú veist, og það verður alltaf fullt, það er hjartslátturinn eykst, líkamennir að gíra sig upp í fight or flight, allir var hlaupi burtu, allir var berjast, blóðflæði fer í þessar stóru vöðva, fer frá þá höfðinu, þannig að við stundum okkur fyrir kannski að svima eða við erum ekki að nota orkuna í meltinguna, þannig að oft fáum við einhvern veginn í magan og við sjáum það nú hjá kindum sem eru hræddar að það losa sér nú við svona, við sjáum svona kindaspörðin og sumi fá einmitt svona smá magaverk einmitt af kvíða og sumi fá skjálta í hendurnar og slikt og þetta er allt viðbröð því líkamennir er undirbúið sig undir ykkur hættu. En þetta er eins og bilaður reykskynjari, segir maður oft. False alarm, þannig að ofta er maður svona einhvern veginn að já, takk heili fyrir að minna mig á, fyrir að reyna að vara mig við, hann er að reyna að gera ykkur greiða, hann heldur að sé ykkur hætta aðsegðandi, en það er ekki alveg þannig, starffræðipróf er ekki hættulegt, þannig að það er oft gott einhvern veginn að minna sig á, bara já, heyrðu það takk fyrir að minna mig á, en það er ekki hætt á ferðum, ég get slögt á reykskynjaranum og stundum er mitt gott að nota eitthvað eins og andurræfingar eða bara fræði góðum göngutúr, eitthvað slíkt, því að oft það sem við gerum er að leggjast niður og hvíla okkur og þá verða oft líkamlega einkenni jafnvel ennþá meira áberandi. Þau eru náttúrulega, þú veist, það er ekki samræmi, þú veist, þú ert með hraðan hjartslátt og það er alveg eðlilegt, það er að hlaupa undan villidýri, en það er kannski ef þú liggur bara í rólegheitunum, þá er það ennþá meira áberandi, þannig að sögum við skott bara svona að vera líkamlega virk þegar ég finna þessi líkamlega einkenni. Eða einmitt að róa, við höfum náttúrulega stjórn á sem líkamlega einkenni með gegnum öndunina. Þannig að það er svona það sem er að gerast oft. Þannig að það er gott að sjá því að hættan, þú veist, meta, er þetta alveg að hætta eða ekki? Já, og þetta er ekki hættulegt. Margir verða svolítið smeykir við þessi líkamlegu einkenni. Haldið sé að vera veikir, sé eitthvað að, sé jafnvel bara að líða yfir þá eða sé að deyja eða eitthvað hæðilegt sé að gerast. En þá er bara því kvíði, ég segi bara kvíðin að gera alveg, þetta getur verið mjög óþægilegt en ekki hættulegt. Nei, en oft gott að láta aðtjóða þetta skilur þú veist, eða þú ert að fá eitthvað líkam lengin þetta er gott að ganga og skugga kannski fyrir skiptu að þetta sé kvíði. Já. Ég man mikið ekki alltaf vel í grunnskóla og svo kom ég í framhaldsskóla, fór í MR og ég man að ég skítfjall í starffræði á fyrsta árunum mínu, bara alveg og ég man bara að ég held að ég hef ekkert verið að upplifa einhvern svona prófkvíða eða eitthvað fyrir en eftir að hafa fallið þá það er eins og maður lærir af mistökunum ég hugsaði, maður uppskýr eins og maður sáir þannig að ég hafði bara ekki lagt mig nógu vel fram að skilja þetta námsefni þannig ég bara, sorry þú er bara að taka þetta aftur og það sem maður lærir er bara þetta er ekkert heimsendir veist, það er held ég það sem að margir þeir eru svo rosalega hræddir við að falla en hvað er að versta sem getur gerst þú þarfst að taka áfangan aftur eða eitthvað, þú veist, er það heimsendir? Það er spurning, þú veist, yfirleitt ekki? Yfirleitt skiptir þetta minna máli en við höldum og eftir einhver ár það myndi ekki skipta svo miklu máli en auðvitað vitum við að fólk og unglingar er ekki kannski með fullþroskaðan framheila, við erum svo mikið í núinu á þessum tíma og þá okkur er erfitt að sjá bara já, ég er kannski ekki að fara að pæla í því haustu 2023, þá fjall ég í íslensku þú veist, eftir 10 ár en fyrir þegar maður er á svona stað þá kannski finnst mann að það skipta alveg óbúslega miklu máli en eins og segir, sína sér mildi og leifa sér að gera mistök og læra af þeim það er ótrúlega mikilvægt Æðislegt, erum við að gleyma einhverju eitthvað sem skiptir máli? Það getur vel verið þá verðum við bara að taka eitthvað annan tíma að tala um það Er eitthvað sem þú vilt bæta við? Eitt sem ég langar að segja er að kvíði og kvíðahugsanir þetta er ekki mælikvarði á raunveruleikann Sumi finnst eins og ég er sem ætla ágjur af þessu, ég er kvíðin fyrir þessu, þetta hlýtur að vera að merkja að sé eitthvað hræðilegt að fara að gerast. Ég hlýta
úr því svona kvíðin, þá hlýti ég að vera að fara að falla. En það ekki endilega málið. Kvíði er ekki merki að þeir muni ganga verra á prófinu og ég held að þeir sem að gangi sko illa á prófum sé ekkit endilega þau sem séu mest kvíðin fyrir prófunum. Það er ekkit endilega samhengi þar á milli. Nei. En það getur hins að verið svona námshæfni og eins og segja námstækni, það er þetta prófkvíðin hefur oft neikvæð áhrif á það. Yeah. En það er ekki og við þekkjum það nú alltaf sömur sem að kvíða mikið fyrir prófum en gengur síðan bara ágætlega. Akkurat. Ég heyrði svo skemmtilegt daginn, ég hef nú ekki íslenska það ennþá. Þú kannski heyrst þetta GETMO. Nei, ég hef ekki heyrst þetta, hvað er það? Good enough to move on. Ok. Og það var að tala bara ef þú ert að gera eitthvað, hvort sem það er taka prófið eða eitthvað í lífinu, að ef þú ert ekki staldra of lengi við eina spurningu prófinu, heldur, er ég búin að, is it good enough to move on? Já. Þá heldur þú áfram, að því að ef þú ert alltaf að reyna að gera allt 100%, þá mun hafa yfirleitt neikvæð áhrif á heilsuna þína. Akkurat. Á endanum, að því að það er eitthvað, þú missir einhvern bolta. Þannig að bara almennt í lífinu eða bara í prófinu, að þú veist, er þetta nógu gott til þess að halda áfram? Þetta þarf ekki alltaf að vera fullkomið, svo kannski lók prófs hefur tíma til þess að fara yfir prófið og allt það, en þetta er kannski meira við bara í lífinu almennt, en það er alveg hægt að færa þetta yfir á... Já, mér finnst þetta mjög góða punktur og það er náttúrulega alls konar tækni sem fólk nota til að taka próf sem einmitt vilja byrja á því sem að þeir vita pottjett og eru auðveldast og geima hitt. Yeah. En svona, bara svo við segjum það að þeir sem að þjásta prófkvíða, það er ekki einsleitur hópur og það getur verið mjög ólíkar svona forsendur sem liggja hann að baki. Og sömur eru eingöngum með prófkvíða en aðrir eru samhliða með aðra erfileika og getur verið bara almenn kvíðaröskun, getur verið ADHD, lesblinda, eitthvað slíkt, eitthvað skonar námserfileikar líka. Þannig að þetta eru þetta fjölbreyttur hópur og leiðin til að takast á við það kannski bara misjafnar líka. Þannig að ef við reynum að taka þetta saman, þá er til þess að minnka áhrifin sem prófkvíðin hefur á okkur, eða bara minnka prófkvíða, þá er það kannski bara að hugsa vel heilsuna. Algjörlega. Og raun og vera auðvitað náttúrulega að vinna jafnt og þétt yfir önnina, en ef að það er of seint, að þá kannski eins og þú segir að bara nýta tíman vel og sína sér mildi og átt að sjá því að það er engin aðsteðandi hætta. Nei, og vinna kannski hafa í huga hvort það séu einhverjar neikvæðar hugsanir, neikvæð sjálfsmat, áhyggjur af eigin frammistöðu, hvort það sé að trufla og við getum einhvern veginn reynt að snúa því aðeins við hjá okkur sjálfum. En svo er prófa tímabil getur nefnilega verið svolítið skemmtilegur tími ef að kvíðin er ekki of mikill og það fer líka eftir hvernig erum við að túlka sér líkamlegu einkenni. Það er mjög eðlilegt að finna fyrir fiðring í maganum og það er bara gott. Og er það þannig og erum við að túlka þetta, já, ok, ég er með eitthvað illt í maganum, já, ég er svo kvíðin, en sömu túlkaði mér bara, já, ég er bara svolítið spennt fyrir því sem er að gerast og sömu finnst þetta gott, það er hefðbundin svona skóla tímabili er búið. Þú getur aðeins breyttum umhverfi sem finnst þetta, bara njóta sín, er að læra kannski með vinni sinum, taka pásur, fara í göngutúra, og þú ert að fara tækifæri líka til þess að sína hvað þú ert búin að læra, að því að nám á ekki bara vera að ég er að læra til að forðast mistök, ég er að læra til að forðast fall, nám á líka vera skemmtilegt. Já. Og líka til að læra af mistökunum, það er bara dýrmætast. Já, og til að læra af og til þess að, ekki bara skemmtilegt, en það er að vera eitthvað neginn, við erum að læra og það er svo dásanlegt. Já, akkurat. Þetta er bara flott svona samantekt og flottur endur heldur. Já. Takk kærlega fyrir að koma. Takk sem leiðis fyrir að fá mig. Og við bara hittumst vonandi aftur fljótlega með eitthvað annað skemmtilegt fyrir úlingan okkar. Já. Takk.